Komið í sæl, Jóhann Gretarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson og nú munum við fara yfir lexíuhefti númer 20 og það ber yfirskriftina Bandaríkin í spádómum Biblíunnar og ég mun þá lesa innganginn. Fyrrum ríkisstjóri New York fylkis Alfred E. Smith sem tvívegis bauð sig fram til forseta sagði meðal annars í síðustu ræðu sinni að hann tryði því að Guð myndi aldrei yfirgefa Bandaríkin. Og í framhaldi sagði hann, mér hefur verið kennt að líta svo á að Guð hafi komið að stofnun þessa lands til þess að vera skjól fyrir flóttafólk, vanrækta og þjáða frá öllum löndum. Og allt frá fyrstu dögum þessara þjóðar hafa menn og konur flykkst að ströndum landsins til að upplifa frelsið sem hún býður upp á. Og það var ung kona frá New York borg sem sjálf var afkomandi innflytjenda sem samti ljóðið sem ritað á frelsisstyttuna í höfninni. Gefi mér ykkar þreyttu og hrjáðu sem ákaft þrá að anda léttar hina vesælu þegna ykkar sem þér hafið hafnað. Sendi til mín ykkar heimilislausu og yfirbuguðu og ég mun lyfta ljósi mínu á loft til þess að lýsa upp gullna hliðið. Og þarna er vísað í Emma Lazarus og The New Colossus. Og ótaldar milljónir af fólki frá öllum heimshornum hafa hlotið uppörvun frá þessari fullausu amerísku þjóðarinnar, sem hefur gefið þeim fyrirheitum frelsi og réttlæti öllum til handa, en á meðal þeirra mörgu sem lesa Biblíuna að einhverju marki, skyldi leynast hjá þeim spurningar þess efnis hvort Ameríka muni áfram halda slíku loforði á lofti. Og þegar dregur að lokum mannkynssögunnar, mun Ameríka þá enn reynast frelsis hetja heimsins. En svo er spurt hér, minnst á Bandaríkin í spádómum Biblíunnar? Og þá er vísað hér í Opinberunarbókina 13:11-15, þar sem segir, og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði 2 horn líkt lambshornum, en það talaði eins og dreki og það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gera líkneski af dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Og því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einnig talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyddir sem ekki vildu tilbiðja líkneski dýrsins. Og svo segir hér að í þessari tilvitnun er að finna öll mörg atriði sem auðvelda okkur að sjá við hvern er átt hér. Ég get nú ekki setið hjá alveg orðalaust þegar við lesum innihald 13. kaflans í Opinberunarbókinni. Þetta er svo alvarlegur boðskapur og þetta er boðskapur Guðs til jarðarbúa. Og það er talað að jarðarbúar allur fjöldin svo að segja að mun láta hrífast af þessum ofurveldum eða völdum sem að þessi dýr sem þar er talað táknar. Og Guð hjálpa okkur ef við ekki lesum og kynnum okkur boðskapinn. Já, getur hann þá hjálpa okkur? Þá bara komum við að fyrstu spurningunni en hún hljóðar svo. Hvað táknar dýr í spádómum Biblíunnar? Og þá lesum við í Daniel 7:23. 4. dýrið merkir að 4. konungsríkið mun rísa upp. Og svo segir hér að í spádómum Biblíunnar táknar dýr, þjóð eða konungsríki. Og svo er það spurning nummer 2. Hvenær mun þetta annað dýr komast til valda? Og við lesum í Opinberunarbókinni 13:11. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni. Og svo segir að Jóhannes sá annað dýr eða þjóð sem reis upp og eftir hinu fyrsta dýri
sem lenti í erfiðleikum og fyrra dýrið lenti í vandræðum tíma og þar til það glataði völdum árið 1798 og við fjölluðum það í leksíu númer 18 hið dularfulla dýr opinberunarbókarinnar. Og þar sem fyrra dýrið misti völd sín árið 1798 kom þetta hið síðara dýr fram á sjónarsviðið einmitt árið 1798. Ég legg áherslu á það, Jóhann, að það mikilvægt fyrir fólk sem að byrja að lesa þessi dýr í 13. kaflanum í opinberunarbókinni að fyrra dýrið það kemur upp úr hafinu, þjóðahafinu, en hitt kemur upp úr jörðinni og það með lamshorn og það minnir á vísundana með saklausu lamshornin eins og sem kallaða á buffalónum á sléttum Afríku. Þetta svo einkennandi fyrir Bandaríkin. Já, nákvæmlega. Einmitt. Þá komum við númer 3. Upp úr hverju mun þetta seinna dýr rísa? Þá lesum við opinberunarbókinni 17:15 og hann sagði við mig: vötnin sem þú sást eru lýðir og fólk, þjóðir og tungur. Og svo segir hér áfram að fyrsta dýrið í 13. kafla opinberunarbókarinnar kemur upp úr hafinu, líkt og dýrin 4 í Daniel 7. kafla. Vatn í spádómunum táknar fólk eða mannhaf. Í anstöðu við haf jörðin þurr og táknar fámenni, en þetta dýr kemur upp úr jörðinni, ekki frá fjölmenni fyrri þjóðar, heldur fámenni hins nýja lands. Nákvæmlega eins og þú varst að benda á Steini, þetta dýr sem stígur upp úr fámennu svæði. Þetta svo auðvelt fyrir okkur ef við lesum spádóminn ítarlega og þessi mismunandi dýr og svo einkenni þeirra. Og annað trúalegt vald sem kemur upp úr hafinu og það kemur við sögu svo áfram út kaflan í opinberunarbókinni. En hitt kemur upp úr jörðinni og táknar Bandaríkin. En þá það spurning númer 4. Hvernig eðli þessa dýrs lýst í opinberunarbókinni 13? Þá lesum við í opinberunarbókin 13:11. Það hafði 2 horn lík lambshornum. Og svo segir hér að í opinberunarbókinni Jesú líkt við lamb, samanber opinberunarbókin 5:6, 13:8, 14:1, 21:27 og 22:1. Og Jóhannes skírari hrópaði: sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins, eins og segir í Jóhannes 1:29. Og sú þjóð sem hér ræðir mun einnig sýna slíka eiginleika eins og hið sanna lamb gerir og vill vera frelsari eða bjargvættur þjóðana. Og sérfræðingar sem hafa skoðað þennan boðskap hafa flestir komist að þeirri niðurstöðu að á grundvelli sagnfræði, stjórnmála, landafræði og heimspeki hljóti þessi þjóð að vera Bandaríki Norður Ameríku. Og þetta ríkisvald sagt vera eins og lamb vegna þess að það í fyrstu stendur fyrir sömu gildum og Jesús stóð fyrir hér á jörðu. Jesús sagðist koma til að gefa fólki frelsi, eins og segir í Jóhannes 8:32. Á sama hátt hafa Bandaríkin boðið fólki að koma og upplifa trúalegt og pólitískt frelsi. Horn í Biblíunni tákna kraft eða vald og þessar 2 meginreglur hafa gefið Bandaríkjunum mikinn styrk og áhrif. Mannréttindi sem mörgum finnst nú að séu sjálfgefin. Stjórnarskrá Bandaríkjanna innifelur ýmis ákvæði sem tryggja og ábyrgjast undirstöðu mannréttindi, svo sem réttlátt réttarhöld, frelsi til fundarhalda, tjáningafrelsi, frjálsa fjölmiðla og í fyrsta sinn í mannkynssögunni ábyrgst að ríkisstjórnin mun ekki skipta sér af trúmanna og mun ekki styðja við ákveðna kirkju. En dýrið sem lýst eins og lambi með lambshorn, saklaust og eitthvað svo friðsamlegt. En það breytist í eins og dreka. Það áfram lamb með lambshorn en talar eins og dreki þegar líður á tíman. Og við erum að komast inn í þann tíma í spádómssögu Biblíunnar
Bandaríkin verður ekkert lamb að leika sig við á trúasviðinu undir lokin. Þetta svona eins og maður segir að fer ekki saman hljóð og mynd. Nei, akkurat. Það lítur út eins og lamb en talar eins og dreki. Akkurat, já. Þá það númer 5. Mun þessi þjóð alltaf varðveita slíkt frelsi? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 13:11. Það hafði 2 horn líkt lamshornum, en það talaði eins og dreki. Og svo segir hér að Jesús sagði í Mattheus 12:34, þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eru vondir talað gott, af gnægð hjartans mælir munnurinn. Og svo segir hér að Opinberunarbókin segir fyrir það að þessi þjóð mun breytast mjög svo frá því að vera ljúft sem lamb og fara að tala eins og dreki. Og þá komum við að númer 6. Hvað táknar drekin í Opinberunarbókinni? Og þá lesum við áfram í Opinberunarbókinni 12:9. Og drekanum mikla var varpað niður hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan og honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina. Og svo segir áfram hér að líkt og lamb býður Ameríka fólki upp á frelsi. En Biblían segir að þetta land muni dag einn fórna frelsinu og taka til við að tala eins og dreki. Biblían hikar ekkert við að kalla óvinn Guðs og manna djöful. Og það komið sér fyrir í fjallræðu Jesú Krist hér á jörðu og þið lesið í Mattheusar Guðspjalli. Þar varar hann við þeirri veru sem hann kallar djöfli. Nákvæmlega. Hann mun hafa mikið að segja á meðal mannana undir lokin. Og við erum að nálgast hann tíma sem Kristur kallaði tími endalokkana. Og það drekinn, hann alltaf bara hefur áhrif á bæði fólk og þjóðir. Nákvæmlega, já. Og þá komið að númer 7. Hvernig verða þau áhrif sem þessi þjóð munu hafa á allan heiminn? Og þá lesum við í Opinberunarbókin 13:12. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess. Og svo segir hér að þetta fyrra dýr, segir Biblían, og því var leyft að heyja stríðið hinna heilugu og sigra þá, svo segir í Opinberunarbókinni 13:7. Og hér því spáð að sá tími komi þegar þetta seinna dýr muni drottna yfir heiminum eins og fyrra dýrið gerði. Þá það númer 8. Hvernig mun samstarf þessara þjóða ganga? Og þá lesum við í Opinberunarbókin 13:12. Að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir að Biblían segir að þetta vald muni saminast fyrra dýrinu og gera því mögulegt að ávinna sér valdið sem það áður hafði og til að þvinga jarðarbúa til þess að hlýða því í einu og öllu. Þetta mun snúast hlýðinni og hollustu undir lokin á trúalegu sviðinu. Mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Og þá komið að númer 9. Og hvernig mun þessi seinni þjóð, það Bandaríkin, koma jarðarbúum til að hlýða fyrri þjóðinni, Vatíkaninu? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 13:12 áfram, að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Svo þetta snýst tilbeiðslu. Já, nákvæmlega. Og svo segir áfram hér að allar þjóðir setja þegnum sínum lög sem þeir verða að hlýða og það einmitt það sem 13. kafli Opinberunarbókin segir að muni gerast. Þá það 10. spurning. Hvað mun auðkenna tilbeiðslu þá sem þessi þjóð fyrirskipar öllum? Og við lesum í Opinberunarbókinni 13:16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Nú 13. kafla Opinberunarbókarinnar lýkur með því að leggja áherslu á það að Vatíkanið og Bandaríkin munu saman ráða á jörðinni og þetta ástand leiðir til þess að allir jarðarbúar verða þvingaðir til að meðtaka merki dýrsins.
Og Biblían segir að ef þú meðtekur merki dýrsins, munt þú vera réttu megin við landslög en röngu megin við Guð. Og ef þú neitar að meðtaka merki dýrsins, ert þú að ólínast landslögum en ert á sama tíma samhljóma lögum Guðs og sýnir löngun þína til að fylgja vilja drottins í einu og öllu. Og svo segir að hér að það eru meiri upplýsingar merki dýrsins að finna í lexíu númer 19. Og þá komið að númer 11. Hvernig verður farið með þá sem neita að hlýða þessu ríkisvaldi? Og það lesum við í Opinberunarbókinni 13:15. Og því var leyft að koma því til leiðar að allir eru þeir deyddir sem ekki vildu tilbiðja líkneski dýrsins. Það virðist koma sá tími, Jóhann, eins og var á dögum Daniels. Já. Þegar hann og félagar hans 3 þurftu að velja og hafna varðandi lög Babyloni veldis eða Guðs lög. Já. Þeir kusu Guðs lög og Daniel á sínu tíma var varpað í ljónagrefju. Í vonum að þeir gætu bara gert út af hann alveg. Það tókst nú ekki. Nei. Og hinum var varpað inn í eldsofn í vonum að drepa þá endanlega og alveg. Já. En það tókst ekki heldur því að þeir kusu að fara eftir lögum Guðs frekar en manna. Já. Og þessi tími að koma. Já, og það kannski margir sem að geta ekki ímyndað sér að það geti átt sér stað í framtíðinni að fólk verið líflátið að trúarlegum ástæðum. En eins og það var á fyrri öldum að milljónir létu lífið fyrir trú sína af hendi trúarlegs valds. Og þetta með endurtaka sig. Það er það sem þessi spádómur í 13. kafla Opinberunarbókarinnar fjallar Svona ástand kemur aftur. Nákvæmlega. Og svo segir hér að Bandaríki Norður Ameríku munu ekki aðeins taka upp miðalda einræði kristinna kirkju í anda miðaldana. Heldur munu þau einnig fyrirskipa dauða refsingu þeim til handa sem ekki hlýða þeim. Og þessi fyrirskipanir verða þá teknar upp í víðsvegar í samræmdum aðgerðum. Og við segjum gjarnan að sagan endurtaki sig og Opinberunarbókin fullyrir að einelti og trúar ofsóknir fyrri alda munu endurtaka sig. Og Satan hatar Jesú og þá sem kjósa að fylgja honum. Og það er áform drekans að útrýma þeim sem neita að taka merki dýrsins með því að fá þjóðir heims til að fyrirskipa dauðarefsingu gagnvart þeim sem ekki vilja fylgja honum. Þá er aftur vísað í lexíu númer 19. Og þá komum við að spurningu númer 12. Hvað munu þessar þvinganir leiða af sér? Og við lesum í Opinberunarbókin 16, 13 og 14. Og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámansins 3 óhreina anda sem froskar væru. Því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn og þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs, hins alvalda. Svo við sjáum að þessu að það er Satan sem er á bak við þessar hreyfingar, veraldlegar eða trúalega. Og þetta er mjög alvarlegt. Og þegar að tala að hann sem sagt er á bak við þetta, Satan, það minnir okkur á andatrú og andakukl og hvaðeina sem að er djöfulegt og mjög andstætt Guðs trú. Og svo er einnig vísað hér í Opinberunarbókina 13:8 og það segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbiðja það, hver og einn sá er eigi á nafn sitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók Lambsins sem slátrað var. Og svo segir hér að frelsissvipting og þvingandi lög er varða tilbeiðslu manna munu verða til þess að svo til allir jarðarbúar munu sameinast dýrinu gegn Guði og fólki hans. Já, allur heimurinn nema þeir sem helga sig Jesú Kristi munu hrokafullur bjóða Guði byrgin. Og það var einmitt þetta sem gerðist á tíma Daniels spámanns og þá er vísað í Daniel 3:4-6. Og það segir, þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eruð, og á hverju tungu sem þér mælið, að þegar
þér heyrið hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpnana, saltarana, symfónana og alls konar hljóðfara, þá skuluð þér falla fram og tilbiðja gulllikneskið sem Nebúkadnesar konungur hefur reisa látið. En hver sá eigi fellur fram og tilbiður, honum skal á samri stundu kasta verða inn í brennandi eldsofn. Og Nebúkadnesar konungur lét kasta þessum ungu mönnum inn í eldsofnin vegna þess að þeir kusu fremur að hlýða boðorðum Guðs. Og eins og segir frá í 2. Mósebók 24-6. Og Guð brást þeim ekki en vermdaði þá heldur betur. Og inn í eldinum sáust 3 vinir Daniels óskattaðir og svo 4. sem gekk þar með þeim var engin annar en Jesús. Og konungurinn hrópaði, ég sé 4 menn ganga þarna í eldsloganum og eldurinn hefur engin áhrif á þá. Og einn líkist syni Guðs, eins og segir frá í Daniel 3:25. Og þá það spurning nr. 13. Hvernig reynir Satan að blekkja þau sem reynast Guði trúföst? Og þá lesum við í Mattheus 24:24. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Jafnvel svokölluð kraftaverk sem sumir kraftaverka predikarar boða og virðast framkvæma kraftaverk, lækningar og svo framvegis. En boða svo boðskap eða kenna boðskap sem gegn boðskap Biblíunnar, þá ber okkur að hafna þeim. Og það ekki erfitt að sortera sem sagt hið falska frá hinu sanna. Svo einnig vísaði Åpenbarunarbókina 13 og 14. Og það gjörir táknmikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Svo það bókstaflega boðað, það verða að gera kraftaverk sem ekki kraftaverk frá Guði. Við mögum fyrir alla muni gæta okkar að láta ekki rífast af svona blekkingum óvinnaris. Og það enginlega að gera sig grein fyrir því að þetta sé blekkingur sem að rannsaka Biblíuna og Guðs. Það Biblía sem varveitir okkur. Nákvæmlega. Og svo segir hann í framhaldinu að 16. kafla Åpenbarunarbókarinnar sagt frá djöfla öndum sem gera tákn. Þau ganga út til konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Og síðustu dagar mannkynssögunnar munu einkennast að gífurlegum blekkingum sem Satan mun nota til þess að aðskilja fólk Guðs frá honum og orði hans. Nákvæmlega. Og þá komið að númer 14. Hvernig getur fólk Guðs varist slíkum blekkingum? Og þá lesum við í Jesaja 8:20 að þá svari þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins, en menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Og svo segir að algjör traust á orði Guðs mun varðveita fólk hans á þessum tíma yfir þyrmandi blekkinga. Og ef kenningar manna ekki í samræmi við Biblíuna, alls ekkert ljós að finna í þeim. Hér talað að okkur beri að athuga kenninguna og vitnisburðin. Kenningin Guðs orð, Biblían, og vitnisburðir boðskapið þeirra manna og kvenna sem þar í getið. Já, einmitt. Og þá það spurning númer 15. Hvað mun einkenna viðhorf trúaðra hvað hollustu og trúfesti snertir á þessum síðustu dögum? Og við lesum í Postulasögunni 5:29. Pétur og hinir postularnir svöruðu, framar ber að hlýða Guði en mönnum. Og svo segir að lærisveinar Jesú sem hafa gefið sér Guði á hönd og helga lífsitt honum, munu líta á hlýðni við Guði sem meira virði en hlýðni við mannleg lög og réttindi. Og þá það loka spurningin í þessu hefti, það númer 16. Hvernig verður mögulegt fyrir fólk Guðs að reynast honum trúfast þegar allur heimurinn eltist við dýrið?
og þá vísaði Filippíbréfið 2:13, því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Hugsaðu þér, Jóhann. Já. Okkur gefið allt sem við þarf. Bæði að vilja og að framkvæma. Já. Svo að við þurfum ekki að örvænta, ég get ekki. Guð í okkar liði og hann leggur allt í sölurnar, jafnvel sinn eigin son, sem dó og úthelti blóði sínu á Golgatakrossi til þess að skóla í burt syndum okkar og til þess að greiða syndasekt okkar. Við getum því í dag meðtekið þetta hjálpræði Drottins og glaðst yfir því að vera hólpin. Og ef okkur finnst okkur ekki vilja, þá getum við bara komið fram fyrir Guð og sagt, Guð, gefðu mér vilja. Akkurat. Og svo var það líka vísað í Galaterbréfið 2:20. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Okkur ekkert ómögulegt þegar að sjálfur Kristur lifir í okkur. Nákvæmlega, já. Og svo segir hér að Jesús sagði fólki sínu að það myndi fara í gegnum mikla þrengingar, eins og segir í Jóhannes 16:33. Og Páll skrifaði, já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða, eins og segir í síðara Tímóteusbréfi 3:12. En Jesús hét þeim því að hans heilagi andi muni koma til þeirra og dvelja hið innra með þeim. Og alveg eins og Daniel reyndist Guði trúr þegar hann stóð andspænis grimmum ljónum, þannig mun náð Guðs líka styrkja hvert einasta barn hans og vernda frá reynslu tímum. Og eins og segir frá í Opinberunarbókinni 3:10. Og svo hér í lok þessa leksjuheftis spurning til þín. Ert þú fús að gefa líf þitt Jesú og með krafti anda hans lifa lífi þínu helgað honum og orði hans í trú? Það vel þessi virði að gera það heilsugar. Nákvæmlega. Og með þessu þá lýkur þessari yfirferð á þessu hefti og við bara þakkum fyrir.